Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 5:09 og það er 23. mars fyrir þá sem að hlusta og hérna þáttinn eftir á. En við erum komið hérna yfir í íshokkí. Nú eins og fyrir var sagt áðan í þættinum þá eru bara SA orðnir meistarar, Íslandsmeistarar 3. ári í röð. En nú erum við komið á línuna hérna landsliðskonu í íshokkí. Það er hún Védís Áslaug Beck. Komdu sæl og blessuð. Já, sæl. Hvernig hefur það? Bara fínt. Já, það er hérna, já, kannski spyrja þig hérna áður en ég fer út í landsliðsverkefni ykkar sem við voruð í núna á dögunum. Hvernig svona fannst þér þessi rimma hérna á milli Akureyringa og SR-inga í karlaboltanum? Þeir eru nú flottir leikinn í kvöld. Já. Við framsendu bara seinnipartinn af þessu. Ég var á sjálfa æfingu. Já. En þetta er bara stór muni með að við fyrstu leikina sem ég stölu. Ég horfði þá fyrir sunnan, sko. Já. En bara æðislegt að handa titlinu svona. Þetta er náttúrulega, já, gífurlega svona svipuð lið þannig séð í Geldu að SR náði náttúrulega hérna að verða deildameistari í loka umferðinu og þeir get ekki gert þetta meira spennandi svona fyrir úrslita rimmuna. Nei, það er náttúrulega bara skemmtilegt þegar að úrslitakeppnin er ekki svona spennandi. Það er svona skemmtilegt að horfa á það þannig. Já. En nú er náttúrulega komið upp í helgina svona að, já, annað liðið ætti að hafa verið grófar en hitt. Fannst þið það eitthvað, svona sést? Svona mín persónulega skoðun, sko, er eiginlega, það er svolítið erfitt að segja til þetta. Þetta er náttúrulega, þetta er svo hratt sport og það bara er svo margt sem getur gerst og það er bara, maður þarf bara að passa upp á sjálfa sig. Maður þarf líka að gera það, en svo þarf maður líka að passa hvað maður gerir við aðra. En eins og þetta brotin eins og Robby, mér fannst það ekki að ásættir á þau, sko. Þetta var náttúrulega bara 50-50 klökkur sem þeir voru báðir að fara í og annar leikmaðurinn í aðeins verri skriði heldur en hinn. Það verða slysið. Já, og þetta er náttúrulega ekki snertingarlaus íþrótt. Þetta er nú eitt skemmtilegasta sem þú getur komist í að horfa á ef þú vilt, já, sjá hasar á fullu. Já, nákvæmlega. En þetta sport, það er fyndið sko í svona leikjum að það er ekki þetta að segja fyrirfram hvernig leikinni fara því að bara allt í einu þú sér komið 3-0 yfir þá er allt í einu búið að jafna þig kannski á 4 mínútum. Já, heldur betur. Þetta er rosalega eins og með að við fótbolta þá er þetta svo skemmtilega fyrir leikja að það getur allt breyst í leiknum. Það er bara þú þarft ekki nema 4 mínútur og þá ertu komið með 3 mörk og öfugt þá ertu komið 3 mörk undir. Það er bara já, þú veist aldrei hvað gerist. Eitt við er kannski upplagt í fyrstu lotu og svo verður önnur lota verði og svo springum maður í þriðju lotu og þá gerist allt. Það er náttúrulega skemmtilega þetta sport að maður getur ekki sagt fyrir frá hvað gerist. En nú voru þið núna á dögunum hérna, já, landslið kvenna, þá voru þið að spila núna hérna úti. Já. Hvernig gekk ykkur hérna úti? Sko, okkur gekk rosalega vel. Þetta er bara, þetta var alveg gífurlega jafnt mót. Og það var ekkert eitthvað svona eitt lið sem að stóð, þú veist, sem að maður svona vissi að myndi vinna. Þú veist, eins og stundum það svona, já, þetta er sterkasta lið og svo þetta veikasta lið. En, þú veist, þetta var bara rosalega jafnt mót og við vorum bara hárstreitt á verðlaunasetti. Og bara, við vorum bara allan tíman á nálunum, sko, bara hvað við myndi lenda og bara hver einasti leikur skipti bara gríðarlegu máli. Og þannig er það bara skemmtilegast. En svolítið gaman að frá því að fylgjast með að eins og, já, svona landslið kemur saman í sig. Þið eru náttúrulega, þetta er svo náttúrulega fálið og eru náttúrulega að keppa hvort annað allt tímabili mikilli svona baráttu og svo eru þið allt í einu konar allar saman í landsliðið þarna saman. Er aldrei svona rígur á, já, æfingum hjá okkur? Nei, ekki þegar við erum komið saman í landslið. Þetta er bara svona, maður þarf bara svolítið að hugarfarið er bara þannig að það sem að gerast á Ísland, gerist bara á Ísland. Og svo bara verða allir vinir komnar að. Já. Af því að til þess að fungera sem landslið og verður maður náttúrulega að spila saman.
eins og í svona hópíþróttum. En svo þarna með, kannski þessa íshokkí hérna á Íslandi, það vantar það ekki í rauninni skautahallir fleiri? Jú, ég myndi segja það. Við erum með 2 í Reykjavík og svo eina hérna á Akureyri og náttúrulega enga fyrir austan og enga fyrir vestan og já, það náttúrulega eitthvað svo skemmtilegt sport en svo, það bara svo rosalega lítið af fólki sem veit af þessu og svona þorir ekki að prófa svona, eins og maður sér í sjónvarpinu það er ofta að deila bara fínt svona verstu mómentinu eins og brotin og Robby í úrslitakeppninni og með hvað þetta skemmtilegt sport þess að ég hef heyrt þegar ég reyna að fá að fyrir að koma að eiga og svona, er þetta ekki hættulegt og eitthvað svona og eins og með kvennahokki þá megum við ekki tekla. Nei. Það nefnilega það sem að eins og það sem að ég reynsla mín að því að þegar ég að fá stelpu til þess að koma inn bara neini, þetta náttúrulega þó allt getur gerst, þá erum við ekki í þessum tæklingum eins og strákarnir. En hins vegar nú ekki síður í hasarinn samt sem áður í kvennadeildinni frekar en karladeildinni. Nú hefur maður náttúrulega séð kvennaliðin spila, það nú það ekkert gefið eftir þar sko. Nei. Ef þú ert að tala það Það bara, við spilum bara öðru við heldur en strákinn. Það svona En þegar þið spilið við strákana, þá takið alvöru tæklingar á þá, eða ekki? Nei, það svona Nei, við myndum ekki segja það. Allavega ekki ég persónulega. Nei. En hérna, kannski ef við förum gennum það, hver var ástæðan fyrir því til dæmis að þú fyrst á því að æfa íshokkí? Ég var að æfa skíða á þenni byrjaði í íshokkí og ég lendi því að ég var í áfanga í skólanum sem voru í vetraríþjóttir og þar fórum við í svona prógram þar sem við fengum að prófa allar vetraríþjóttir sem var upp að bjóða og ég bara fjall fyrir íshokkíinu strax því að ég var að pæli að hætta í skíðunum. Þannig að í rauninni ætti kannski að setja á laggina svona áfanga í fjölbrautaskólanum fyrir út um allt land, þannig að menn geti prófa að upplifa þessa skemmtilegu íþrótt. Já, þetta bara, ég mæli svo hygglust með þessu. Þetta bara, veit ekki hvað ég væri án þess. En nú er það ekki, þú ert hérna á Suðurlandinu á íþróttakennarháskólanum á Laugarvatni, eða ekki? Jú. Og ertu ekki búin að svona draga nokkra nemendur á svellið svona í íshokkí? Ég náði einni með mér. Já. Hún náttúrulega ekki koma aftur en maður svona reynir að svona draga það en það einu önnur með mér í bekk sko sem maður með mér í landsliðinu og við keyrum 3 viku til þess að fara á æfingar. Já. Það var lagt á sig. Já, og það sérstaklega búið skemmtileg færð svona á milli, eða ekki? Jú, maður, ég búin að festa bílinn nokkuð sinnum og svona. Já. En ferði ekki bara búið til hérna skemmtilegt lið þarna frá IKÍ að fyrst skiptir sinni þeir senda bara fyrir næsta leiktímabili, eða ekki? Íshokkí-lið, sérðu það ekki fyrir þér? Jú, það væri nóskandi. Maður reynir bara eins og maður getur að miðla bara fólki að koma og það búið hérna, eins og hérna fyrir norðan. Þá rosa flott prógram sem byrjaði sem svona mömmuhópur og svona fyrir byrjendur og þá sem maður vilja bara kannski ekki fara keppnislevel en koma og prófa og vera með og fullt af nýliðum sem koma hérna inn. Og það ekki frásögum færendun en þær fóru hérna, tóku sér nokkuð til og fóru að spila á móti í Kanada. Já. Já. Ég held að elsta konan sé, hún 50, svona 50 og eitthvað. 50, allavega niður 50. Og bara konur á allum aldri. En hérna, svona rétt í lokin áður en ég kveði að ef einhver vill byrja að prófa þetta sport. Já. Hvernig svona best fyrir hann að fara að í því? Nú náttúrulega ert þú að keyra náttúrulega suður, hérna þú ættir að fylla eða ekki bílinn hérna frá sunnan. Jú, það bara að hringja. Já, nákvæmlega. En hérna, það sko, það náttúrulega allt eftir hvað þú ætla að æfa. Það bara, það kvennaliðnir í skautvellinni í Laugardalnum
og það eru flottar stelpur þar með prógram sem að þetta bara að tala við Sigríði Finnbogadóttur. Já. Og svo erum við líka með prógram, ég að spila með byrnunum í Egilshöll og það eru bara fullt af flotti stelpur sem að koma inn núna sem nýlega hjá okkur. Og svo náttúrulega Valkyrjur á Akureyri. Þannig að það eru svona, en fyrir norðan er ekki tvölið þaðan? Jú, það eru skautafélag SA Innir og SA Ásinir. Já. Og hver er eitthvað munur á þessum tveimur liðum eða er bara svona skipti í tvölið? Það eru, SA Innirnar eru yngri flokk, yngri stelpur og meðan Ásinirnar eru eldri. Já. En, já, ég ætlaði bara að þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma en já, það verður fróðlegt að sjá hvort þú náður ekki að fara að smæla lið þarna frá Laugarvatni. Já, ég legg spurt, já. Já, ég á allan eitt frænda þarna á Laugarvatni. Ég hveti til þess að taka hann á æfingu hjá Birninum og að því að hann er gangandi slysahætta og það verður gaman að fylgjast með honum á skautum. Já. Hveti Indriði að taka hann á allan einn mæli með og takir hann með á kvennaæfinguna. Já. Það er gott að því. Bestu þakkir fyrir og já, gangið þér vel. Hvað gera íshokkey menn yfir sumartíma þegar leiktímabilið er búið? Það er bara byggt í ráttina. Já. Bestu þakkir. Takk fyrir. Já, eins og við komum inn á fyrir kvölda þá SA Íslandsmeistarar kalla megin og já, við ætlum núna að heyra í landsliðsþjálfaranum Freyr Alexandersinni núna eftir smá stund, farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Suðurland FM, Suðurland, frá Suðurlandi. She had a sunny disposition. He had a cloud that never went away. She woke up singing almost every day. It turned him all around and brought him in from the pouring rain. She had a sunny way of talking, and when she finished, she'd always smile. It wasn't flashy, but she had style. She touched him so profound.